Við strendur allra landa gnauðar brim hafsins. Hið harðasta berg lætur smám saman undan ágangi þess, skörð og skútar myndast og litlir drangar og klettar eyðast og falla að lokum. Vestmannaeyjar, undan suðurströnd Íslands, mynduðust að mestu í eldgosum á sjávarbotni fyrir 10 til 15.000 árum. Æ síðan hefur hafið leitast við að afmá þær af fleti sínum með þolinmæði þess sem veit að eilífðin er hans. En eftir að eyjarnar byggðust fyrir rúmum 1000 árum hefur hafið einnig verið bjargvættur íbúanna þar. Í grennd við eyjarnar eru einhver gjöfulustu fiskimið Norður-Atlantshafsins. Í árslok 1972 voru íbúar Vestmannaeyja rúmlega 5000 eða 2,5% af íbúum Íslands. Það ár var landað í eyjunum 110.000 lestum af fiski eða 15% af heildarafla Íslendinga. Þegar tillit er tekið til þess að þjóðin á lífsafkomu sína langmestu leyti undir sjávarafla má ljóst vera hve þýðingarmiklar Vestmannaeyjar voru þjóðinni allri. Aðfaranótt 23. janúar 1973 breyttist svo allt. Bátaflotinn var til allrar hamingju í höfn vegna slæms veðurs daginn áður. Á nokkrum klukkustundum flutti hann næstum því hvern einasta íbúa eyjarinnar til næstu hafnar á ströndinni, þaðan sem fólki var svo flutt til höfuðborgarinnar. Sumir náðu því ekki einu sinni að klæða sig í neitt nema yfirhafnir utan yfir náttfötin, enginn gat ekki neitt með sér. Ég sá hvar logar gusu upp úr jörðinni og svo var eins og rennilás opnaðist, sagði einn þeirra fáu íbúa í austustu húsum Vestmannaeyja sem ekki voru gengnir til náða klukkan 2 um nóttina. Á svipstundu opnaðist 1800 metra löng gossprunga í aðeins 200 metra fjarlægð frá austustu húsunum á Heimaey, einu byggðu eyjunni í Vestmannaeyjum. Fréttin flaug eins og eldur í sinu kaupstaðinn, fólk vakti nágrannana og þusti niður á höfn. Vonbráðar komu flugvélar til að flytja gamalt fólk og sjúklinga brott, en fyrstu bátarnir sigldu úr höfn aðeins 2 klukkustundum eftir að gosið hófst. Klukkan 7 morguninn voru eyjarnar nær mannlausar. Íslendingar eru vanir eldgosum en þetta var óvenjulegt að því leyti að það var við bæjardyr stórrar byggðar sem enginn vissi hvað örlög myndi hljóta. Strax á öðrum degi gossins var byrjað að bera út lausa muni úr þeim húsum sem næst voru gossprungunni. Sitt hvoru megin við sprunguna hlóðust upp háir kantar úr gosmöl og hrauni. Hristuð þeir veggir gat hraunið streymt yfir byggðina. Það var samt ekki hættulaust að fara í þessi hús. Lóandi hraunslettur þeyttust í spor mannanna og lentu jafnvel á þeim hlutum sem þeir báru. En engan mann sakaði. Stundum voru þó lætin slík þegar heitar gufur brutust upp úr hraunjaðrinum að manni fannst sem heimsendir væri að byrja. Svo myndaðist rifa í vegginn. Hraunið hafði étið úr honum innanfrá þar til hann hrundi. Menn bjuggust við að sjá hraunflóðið koma æðandi en ekkert slíkt gerðist. Kannski verður þetta ekki svo slæmt heyrðust menn segja og fyrstu skipulögðu björgunarsveitirnar urðu til, upphafið að margra mánaða baráttu manna við náttúruöflin, baráttu sem sumt á sér enga hliðstæðu, baráttu sem virtist á stundum eiga sér engan tilgang nema þrjóskuna eina, baráttu sem enginn sér nú eftir að hafa háð.
Margir óku niður að höfn gosnóttina og skildu bíla sína eftir á hafnarbakkanum. Sumir skildu bíla sína eftir heima við húsin og nú urðu björgunarmenn að koma þeim niður á höfn. Skipum var snúið til eyjanna til að flytja bíla til lands og fyrstu búslóðirinnar voru fluttar til skips. Lítið var kvikfénað í eyjunum, nautgripunum var slátrað en hestar og kindur fluttar til lands. Menn sáu nú að gosið gat tekið langan tíma og friður gafst til að bjarga miklu. Yfirvöld voru samt treg til þess að hleypa fólki til eyjarinnar til þess að bjarga því enginn vissi nema gos brytist út á fleiri stöðum og sprungan þurfti ekki annað en lengjast dálítið til þess að höfnin lokaðist. Að kvöldi annars gosdagsins brunnu fyrstu húsin. Hraunjaðarinn var farinn að nálgast þau en það voru glóandi hraunslettur sem þeyttust úr gígunum og féllu á húsin sem kveiktu í þeim. Enginn mannlegur máttur gat komið í veg fyrir það. Slökkviliðsmenn og lögregla gátu bara horft á. Hefði einhver orðið fyrir hraunslettu, hefði hann ekki þurft að binda sár. Ennþá hafði lítið öskufall verið. Götur í Austurbænum voru að vísu svartar en vindáttin hafði verið hagstæð. Suðaustanátt ríkjandi átt í eyjunum og hefði hún verið þegar gosið hófst ómögulegt að segja hvað hefði gerst. Það hlaut að koma að því að hún kæmi. Nóttina eftir að þessi mynd var tekin huldist mikill hluti byggðarinnar í Austurbænum ösku. Öskufallið var óskaplegt þar sem áður voru götur og íbúðarhús var nú margra metra öskulag. Ég lifi og þér munu lifa, þessi orð standa á kirkjugarðshlið í Vestmannaeyja, þau virtust eins og þversögn þessa daga, margir bjuggust við að dagar byggðar í Vestmannaeyjum væru senn taldir. Fjöldi húsa brann til grunna í öskufallinu því glóandi askan kveikti í öllu sem brunnið gat. Slökkviliðið réði ekki við neitt. Gosið var nú eingöngu á miðju sprungunar. Í kringum gíginn hlóðst upp öskukeila. Eina nóttina hrundi sú hlið hennar sem sneri að bænum og fjöldi húsa fór í kaf. Þegar hálfur mánuður var liðinn af gosinu voru 50 hús grafin í ösku eða brunnin. Nú streymdu björgunarmenn til Heimaeyjar. Björgunaraðgerðir voru nú orðnar skipulagðar. Iðnaðarmenn voru fengnir til þess að negla járn fyrir alla glugga svo síður væri að hætta á að glóandi aska kveikti í húsum. Mikill fjöldi sjálfboðaliða kom einnig út í eyjarnar, bæði til þess að bjarga búslóðum og húsum og til að moka ösku af þökum húsa, en mörg þök höfðu sligast undan þunganum, enda var askan mörg tonn á þeim sumum, einkum þegar rigndi. Þarna var ekki spurt þjóðerni né skoðanir. Róttækir stúdentar og bandarískir hermenn úr varnarliðinu á Íslandi unnu hlið við mosturinn. Allir tiltækir vörugámar í landinu voru fluttir út í Vestmannaeyjar og unnt væri að flytja búslóðir í þeim til lands. Hingað til höfðu allir munir verið fluttir lausir í skipum til lands og má geta nærri að þar skemmdist margt og einnig vildu smá hlutir tínast. Ekki náðist að bjarga út úr öllum húsum, líklega hafa innanstokksmunir í nær 5. hluta húsa á eyjunni hafa eyðilagst. Vestmannaeyingum var lofað því að tjón þeirra yrði bætt, en sumt tjón verður ekki með peningum bætt. Minningar eru tengdar við flesta gripi sem fjölskylda eignast og þegar einhver gripur sem mann kær ber forgörðum bæta peninga hann aldrei.
Á þessum tíma lá við að margir mistu móðinn, einkum þó þeir sem ekki fóru út í eyjar en fengu daglega fréttir af veiðileggingu og tortímingu. Það olli mönnum ekki hvað síst kvíða nú voru horfur á því að höfnin lokaðist. Ekki voru nema 800 metrar frá hraunjaðrinum í klettana hinum megin og kæmi verulegt skrið á hraunrennslið gat höfnin lokast á nokkrum klukkustundum. Þá myndi atvinnulíf eyjanna lamast í langan tíma og þeir svartsýnustu sögðu að þá myndi byggð leggjast niður. Stundum var öllum skipum skipað að sigla út úr höfninni en alltaf var varðskip haft við innsiglinguna til þess að fylgjast með öllum breytingum. Sjórinn þar og inni í höfninni var nú orðinn svo heitur að úr honum rauk. Eyjarnar fá bæði rafmagn og vatn úr landi. Ennþá hafði hvorugt brugðist en vatnsleiðslan var skammt frá hraunjaðrinum. Hrauninu miðaði hægt út í sjóinn og vísindamenn hvöttu til þess að öflugar dælur yrðu látnar dæla á hraunjaðarinn til þess að kæla hann og öflugum varnargörðum yrði ýtt saman til að tefja framrás hraunsins. En eina nóttina í mars, 2 mánuðum eftir að gosið hófst, kom mikill kippur í hraunrennsli. Á 2 sólarhringum æddi það áfram 100 metra og yfir götur og hús. Ekkert var hægt að gera nema horfa á. Í þessari hrinu brunnu og fóru undir hraun 140 hús. Hraunið stemdi nú að fiskvinnslustöðvunum niðri við höfnina og menn óttuðust að höfnin myndi fyllast. Vélar og tæki voru flutt brott úr atvinnufyrirtækjunum því varnargarðarnir eyddust eins og spilaborgir og þær fáu dælur sem voru komnar í gang máttu sín lítils. Þó þóttust menn sjá nokkurn árangur og sú skoðun ávann sér æ meira fylgi að ef rennslið minnkaði myndi mega draga úr því með kælingu, en myndi það minnka. Hraunið rann yfir vatnsleiðsluna, það rann yfir gömlu rafstöðina sem notuð var til vara til að framleiða rafmagn og það sleit sundur rafleiðsluna úr landi. Litlar, olíuknúnar rafstöðvar lýstu upp þau hús sem björgunarmenn höfðust við í og sameiginlegt mötuneyti var rekið en öll önnur matseld bönnuð. Þetta voru dimmustu dagarnir, einu dagarnir sem uppgjöf heyrðist rædd. Samt ákváðu menn að brauta. Það voru örþreyttir menn sem stjórnuðu aðgerðunum. Þeir héldu fundi í skólahúsinu, þaðan var öllum aðgerðum stjórnað. Þar ræddust við tæknimenn bæjarins, lögreglumenn, jarðfræðingar og læknar, menn sem mynduðu almannavarnaráð staðarins. Í fríi? Löngu fríi? Í skólanum var líka eina símaskiptiborð eyjanna sem í lagi var. Menn óttuðust að símstöðin færi undir hraun og einnig bæjarskrifstofurnar. Allmargar konur voru allan tíman út í eyjunni. Þær voru sannarlega engir eftirbátar karlmannanna og líka í miklu uppáhaldi. Ég held þessi best að þú verður þetta að vera upp á lista og við skulum síðan senda síðan listan til viðræðsumsbyggja. Lofskeytastöðin var líka í skólanum. Þangað var einnig flutt sæsímastöðin sem tengir Ísland við umheiminn. Hún var sett upp í Vestmannaeyjum árið 1960. Hraunrennslið hafði minnkað en hélt þó áfram. Nú hafði verið ákveðið að gera allt sem unnt væri til að hefta framrennsli þess. Flugvélar og skip fluttu leiðslur og dælur út í eyjarnar. Tugir af kraftmiklum dælum voru fluttir á einum sólarhring frá Bandaríkjunum niður á hafnarbakkann í Vestmannaeyjum og fjöldi manna vann við það að leggja leiðslurnar bæinn upp að hraunjaðrinum. Það var unnið dag og nótt.
Hraunjaðarinn var kominn að 2 stórum fiskvinnslustöðvum og ein var komin undir hraunið. Engan tíma mátti missa. Kæmi nýr hraungusa væri öll barátta til einskis, en héldi hraunskriðið hægt áfram yrði ef til vill hægt að bjarga höfninni og jafnvel fiskvinnslustöðvunum. Slöngunum fjölgaði óðum við hraunjaðarinn. Fyrst huldist allt í gufu, svo fór árangur að sjást. Jaðarinn smákólnaði en hækkaði leið. Framskriðið minnkaði, vonirnar glæddust aftur. Menn hættu að hrista höfuðið vantrúaðir yfir bjartsýni vísindamannanna. Kæmi ekki nýr hraungusa, myndi takast að bjarga atvinnufyrirtækjunum og höfninni og menn voru sammála að hefðu dælurnar ekki verið fengnar, myndu fiskvinnslustöðvarnar hafa brunnið og hrunið og að minnsta kosti hluti hafnarinnar fyrst. En það kom ekki önnur gusa. Það smádró úr gosinu, þótt og hraunmassinn skriði enn fram og bylti sér. Ferðalög fóru að verða frjálsari út í eyjarnar, menn voru jafnvel farnir að ganga á eldfjallið. Það var undarleg tilfinning að standa upp á gígnum og horfa yfir byggðina sem hafði bjargast. Meðan hraunkvikan var í fjörbrotunum niður í gígnum, glæddist sigurvissa mannanna. Nú var nokkurn veginn ljóst að byggð myndi hefjast að nýju á Heimaey. En mikil yrðu vandamálin. 400 hús voru á kafi í ösku eða hrauni. Fjölmörg voru svo stórskemmd að hæpið yrði að gera við þau. Hinn fámenna íslenska þjóð myndi aldrei ráða við þessi vandamál ein. Það skildu líka aðrar þjóðir og réttu fram hjálparhendur, einkum Norðurlandaþjóðirnar. Þótt hraunrennslið væri stansað var samt margs að gæta. Á meðan á gosinu stóð safnaðist gas saman í lægðum við hraunjaðarinn. Það gat verið mjög eitrað og menn urðu að sýna sérstaka varkárni. Það kom jafnvel fyrir að drapst á bílum þegar þeir lentu í gasbollunum. Síðan dreifðist gasið út allan bæ. Það barst eftir öskunni ofan í holræsin og kom upp í húsum sem voru fjarri hraunjaðrinum. Vísindamenn mældu gas í húsum og holræsum. Fólki var fyrirskipað að sofa á efri hæðum og meðan ástandið var verst var mælt í þeim húsum sem björgunarmennirnir höfðust við í oft á dag. Stundum voru þeir reknir út úr húsunum sem þeir bjuggu í hánótt. En smám saman minnkaði gasstreymið og menn gátu sofið áhyggjulausir. Lífið tók smám saman að færast í eðlilegra horf. Bæjarskrifstofurnar voru opnaðar að nýju skammt frá hraunjaðrinum og íbúarnir tóku að flytja út, fáir í fyrstu en smám saman fleiri og fleiri. Það varð að skrásetja það marga á nýjum stöðum því heimili þeirra voru nú einhvers staðar undir hrauni eða undir nýja fjallinu en meiri hluti húsana sem björguðust voru ennþá auð og sjálfsagt að nota þau. Bæjarstjórinn og tæknifræðingurinn höfðu allan tímann staðið í farabróti þegar mest gekk á. Hraunið var ekki fyrr stansað en þeir voru farnir að skipuleggja framtíðarbyggð fyrir húsnæðislaust fólk vestan kaupstaðarins og í þeirri byggð eiga verða þjónustustofnanir eins og barnaheimili sem vinaþjóðir á Norðurlöndum hafa gefið. Hvernig var það aftur með þessi barnaheimili sem eiga að koma hérna? Það stendur þannig að það búið að taka ákvörðun kaup á sænsku barnaheimili sem verður frá Öræfsjöfalli sem verður inn í bæ og þá líklega á lóðinu við Boðaslóð, það sé ekki búið endilega ákveða það. Nú og svo búið að taka ákvörðun líka kaup á leikskóla frá sama fyrirtæki sem verður staðsettur í nýja hverfinu vestur í bæ. Jafnframt þessu var svo byrjað að hreinsa bæinn. Ekki aðeins þær götur sem voru óhreinar vegna öskufallsins, heldur að grafa upp heil hverfi sem höfðu að mestu verið hulin í ösku. Húsin voru mörg ótrúlega lítið skemmd en sum voru þó sundur soðin vegna hitans í öskunni og gastegunda í henni.
Tugþúsundir tonna af ösku og hraungjalli voru fluttar burtu vestur fyrir bæinn og notaðar til þess að fylla upp í gamalt hraun sem byggja átti á nýtt hverfi. Allan bæinn voru lóðir hreinsaðar, fyrst var mokað af þeim út á götuna, svo voru göturnar hreinsaðar. Gras og malbik sáust á ný í kaupstaðnum á Heimaey. Íbúarnir komu út í eyjuna til að líta á húsín og hreinsa þau. Allstaðar var aska, inni var fínn salli, á þökum og tröppum var öskulag. En menn sáu að þetta var auðvelt viðfangs og sífellt fleiri tóku ákvörðun að flytjast aftur út. Rústir við hraunjaðarinn voru brotnar niður svo upp að byggja þar að nýju. Sumstaðar varð að brjóta niður hús af öryggisástæðum, sumstaðar var hægt að nota hluta þeirra og byggja við eða ofan. Á öðrum stöðum var ekki unnt að koma stórvirkum tækjum við. Í kirkjugarðinum vann sumarið eftir fjöldi fólks við hreinsun. Unglingar frá fjölmörgum löndum buðu sig fram til sjálfboðastarfs á Heimaey og þarna var kjörinn vettvangur fyrir þá. Það er undarleg þversögn að segja að blóm á leiði séu merki þess að lífið sé að færast í eðlilegt horf, en svona var það nú samt á Heimaey sumarið 1973. Allstaðar var þrifið og fáað. Allt skyldi fært í sama horf og áður eftir því sem frekast væri unnt. Samkomustaðir eyjarinnar voru þrifnir eins og íbúðarhúsin. Það reið á að hæna íbúa eyjarinnar aftur út í hana en láta þá ekki ílendast uppi á meginlandinu. Þá var líka að vera unnt að skemmta sér á mannsæmandi hátt og hýsa hvers konar menningarstarfsemi. Gaf þetta svona handa fleira? Já, það var ekki svo gæt. Já, sem var nú síðan. Ekki að þessu. Ferðamenn flyktust nú út í eyjuna. Minjagripir voru útbúnir og seldir til ágóða fyrir hjálparstarfið. Það var engin vandi að finna mótífin til þess að skreyta minjagripina með. Eru þeir kannski til fleiri litum? Nei, það er bara í þessu svarta. En hvað kostaði þessi glösin eins og þessi guli hana? 270 eru glösin á. Ég ætla að fá svoleiðis 12 glös. 12 glös. Flugvélarnar sem gosnóttina fluttu gamalt fólk og sjúklinga til lands fluttu nú íbúana aftur út. Áætlunarflugferðir voru komnar í fasta skorður. Nú þurfti ekki að fljúga yfir gjósandi sprungu í aðfluginu eins og nóttina þegar fólki var flutt brott. Vörugámarnir komu aðra ferð til Heimaeyjar í þetta skipti fullir. Nú var raðað í þá með nærfærnum höndum og búshluturnir komu heilir og óskaddaðir upp úr þeim. Setta svo hérna niður. Passa svo pásaði. Passaði pásaði. Sérðu pappa greið? Ég kemur. Nei, ekki á pappi. Það þarf ekki að kissa hann. Já. Það er kominn 23. janúar 1974, ár er liðið frá upphafi gossins. Íbúar Heimaeyjar eru orðnir 2509.
Á ársamælinu fara kennararnir í gönguferðir með skólabörnunum. Þau eldri fara upp á hraunið, hinn yngstu niður á höfn. Þegar gosið hófst voru 1100 börn í skólum Heimaeyjar, nú ári síðar eru þau orðin 700 og á hverjum degi bætast nýji hópinn því íbúum fjölgar upp. Atvinnulífið er komið í sínar fyrri skorður. Árið 1974, árið eftir gosið, var landað í Vestmannaeyjum 100.000 lestum af fiski. Vestmannaeyjaskipin sem fyrstu mánuðin eftir gosið urðu að landa fiski sínum hingað og þangað í höfnum Íslands nú öll komin heim, stór og smá. Á loðnuvertíðinni 1975, 2 árum eftir gosið, var landað í Vestmannaeyjum mun meiri loðnuafla en gert var nokkru sinni fyrir gos. Fiskvinnslustöðvarnar eru reknar eins og aldrei hafi gosið og flutningaskip sigla hlaðin vörum út úr höfninni sem búist var við að myndi fyllast á hrauni fyrir 2 árum. Þau koma jafnvel hálfan hnöttinn allt austan frá Japan til þess að ná í hinn eftirsótta og gómsæta fisk Norður-Atlantshafsins. Þetta skip er að ná í frysta loðnu sem Japanum þykir herramanns matur. Og að loknu striti dagsins kemur æska eyjarinnar saman og skemmtir sér í hótelinu og fleiri samkomustöðum. Vestmannaeyingar vinna hörðum höndum, ekki hvað síst á vertíðinni, það er frá áramótum og fram í maímánuð. Þá er hvíldartíminn oft ekki langur, en maður er manns gaman þótt fólk sé þreytt. Vestmannaeyingar hafa oft átt góða íþróttamenn og íþróttavöllurinn var hreinsaður eins fljótt og því var við komið. Íþróttaflokkar af höfuðborgarsvæði Íslands eru þar tíðir gestur helgar og nú er skjólsæll á íþróttavellinum en áður því nýja fjallið og hraunjaðarinn skýla fyrir ríkjandi vindáttum. Hreinsunarstarfinu er lokið. Lengra borgaði sig ekki að grafa, húsin hér eru ónýt. Nýtt sjúkrahús sem að hluta var nýkomið í notkun fyrir gosið slapp við eyðilegginguna. Askan náði hátt upp eftir veggjum og á þaki þess voru 600 lestir af ösku eftir mesta öskufallið. Hún var hreinsuð burtu áður en þakið hrundi. Hraunjaðarinn stöðvaðist í aðeins 100 metra fjarlægð frá húsinu. Þrátt fyrir gosið er búið að taka allt húsið í notkun nú, líklega langt fyrr en ef ekkert hefði gosið. Alþjóðarhreyfing Lægjónsmanna gaf mest öll tæki og útbúnað í húsið og kvenfélagið á Heimaey lagði einnig mikið að mörkum. Fjöldi tilbúinna húsa hefur risið vestast í kaupstaðnum. Þau eru gjöf frá Norðurlöndunum, voru sum fyrst byggð fyrir flóttafólkið upp á landi en síðan flutt út til eyjarinnar. Á gömlu hrauni allangt vestan við kaupstaðinn er nú verið að byggja upp nýtt hverfi. Vikurinn sem hreinsaður var upp inn í bænum er notaður til að fylla upp undir götur og hús. Húsnæðisskortur er mikill því ekkert lát er á flutningum út í eyjuna. Það eru ekki bara gömlu íbúarnir sem vilja koma heldur líka nýtt fólk sem hefur hrifist af þrautseigju og dugnaði þeirra. Í jaðri þessa nýja hverfis eru komin heimili fyrir hina yngstu og elstu. Elliheimilið er gjöf frá Dönum, barnaheimilið frá Noregi. Þessi litlu börn muna ekki eftir eldgosinu þegar þau vaxa upp. En þeim eru sagt frá því og þau segja sínum börnum aftur. Kannski eiga þau sjálf eftir að heyja harða baráttu við náttúruöflin, en þá munu sögurnar af baráttuvilja og þrautseigju fólksins sem þraukaði auka þeim þor.